Góðan daginn, það mánudagur. Þessi vika og þessi helgi var ótrúlega lengi að líða. Nú veit ég ekkert hvað ég er búinn að taka upp. Ég hef byrjað nokkrum sinnum að taka upp. Ég ætla að leyfa ykkur að sjá það. Og ég ætla að leyfa ykkur aðeins að komast inn í daginn. Svo ætla ég bara að enda þetta. Ég ætla að reyna að koma mér á æfingu eftir. En það sem ég er búinn að taka upp, við skulum byrja því bara akkurat núna. Takk. Halló. Góðan daginn. Já, ég er auðvitað búinn að vera drullu slappur seinustu daga. Er það ennþá núna. Gefa Önnu pela. Klukkan er að vera, hún er orðin 3. Og það er hálftími, eða svona 40 mínútur þangað til að ég þarf að græja mig og Anítu og Önnu og við erum að fara að ná í strákana. Þeir eru auðvitað í leikskóla, Aníta er að vinna. Ég er eiginlega að vona að Aníta muni eftir því þegar hún kemur tilbaka, kemur heim úr vinnunni að hún ná í hálsbrjóstingur. Ég er svo stokkbólginn hérna sikkurum megin, það er bara vont að koma við þetta. Ég vona að þetta sé ekki eitthvað alvarlegt. Kemur í ljós. Já, ég ætla að fara að gefa Önnu pela. Já, ég er það tæpur í hálsinum að mér finnst fáránlega vont að kyngja eins og í nótt. Þá já, í nótt. Ég átti mjög erfiða nótt í nótt. Ég auðvitað vaknaði eins og ég sagði ykkur í gær að ég vaknaði nóttina, endaði með að sofa í sófanum og já, þá var ég auðvitað, gat varla andað og átti erfitt með að drekka, var svo þurr í andlitinu og komið blóð upp úr hálsinum á mér. Þannig að ég vona að þetta sé ekki eitthvað rosalegt en kemur ljós. En já, ég ætla ekki að væla lengur. Við ætlum að gefa Önnu súp. Kannski ná að leggja sig í hálftíma áður en við náum í strákana. Vatn, 2 skeið af þessu, 1 skeið af þessu. Svo bætum við svona berjum við. Við erum búin að blanda þetta. Langar í? Já. Benjamín er mjög slappur. Ég bjóð til að búa til aðeins öðruvísi. Já, við erum búin að fá okkur morgunmat og klukkan er, hvað er klukkan? Klukkan er núna, þetta er 11 og hann er miklu hressari. Hann er að fá sér ís. Ís, já. Og já, það er bara smá stund þá getur hann fyrir að legga sig. Og þá ætla ég að fara að mæla baðherbergið á neðri hæðinni. Svona cirka fermetra hvað við þurfum mikið af flísum. Við erum að skoða hvað við þurfum mikið flísaefni á baðherbergið niðri. Ég er svo þreyttur og ég er búinn að vera veikur alveg í, hvað ég held að þetta sé 50 dagurinn í dag og mér finnst erfitt að halda á vélinni. Ég er svo þreyttur í höndunum. Já, ég er miklu betri núna í hálsinum en ég var til dæmis í morgun. Get ég allavega kynnt án þess að vera að drepast og gráta af sársauka. Það var þannig, ég gat ekki drukkið vatn eða munnvatn, þá sveið mér í hálsinn. Ok, ég ætla að hætta að væla með það. En allt í lagi. Viltu vera hérna líka? Já. Já, eins og sjá, hann er miklu hressari núna. Já, borðaðu ísinn. Já. Og já.
Já, ég ætla hérna að mæla það og læt svo Anitu fá tölur og hún ætlar að tala við Birgisson og okkur langar að fá flísar þaðan. Já, ég ætla hérna að leyfa honum að borða ísinn. Hann er ekki að borða ísinn á meðan ég er með myndavélina út af hann er alltaf að þetta. Já. Það var klukkan orðin 3. Anna og Benjamin eru loksins vöknuð og Benjamin er ótrúlega hress. Þetta ekki hress? Já. Benjamin, nei Anna, hún er hress líka. Hún er bara eitthvað að dutta sér. Það er klukkutími í að Baltasar kom í hús. Það sem okkur langar rosalega að gera einmitt með baðherbergið. Ég er búinn að mæla stærðin á baðherberginu. Þannig að það er basically veggflötur er 34 fermetrar. Gólfflötur er 9 fermetrar. Þannig að ef ég gerir ykkur grein fyrir þá þetta er rosa stórt. Þetta er rosa stórt með þetta sé baðherbergi. Þá er þetta hérna. Og við ætlum sérst að flísaleggja alveg upp í loft. Alveg upp í loft. Ég á eftir að loka þessu gatið, ég á eftir að steypa upp í þetta, ég setja ykkur að kubba, ég veit ekki hvernig. Ég er með smá lausn hvernig ég ætla að gera þetta. En ég veit ekkert hvað það kostar að gera. Ég þarf að brjóta allar þessar flísar. Flísarnar á gólfinu, ég þarf að passa með því ég brýt flísarnar á gólfinu að ég brjóta ekki. Og það er gólfhiti, einhvers staðar. Hann er svona hér og þar, hann er ekki alls staðar. Já, og hérna, og það er líka spæling með gatið sem er hérna, sem sagt, kveikja ljós hérna, þetta breytir engu. En sjáu hvernig hurðin er, hún er alveg ón í hérna, herbygginu, í hjónaherbyggi, og svo kemur gat hérna, eða svona hotn, sem við munum aldrei nota og er eiginlega fyrir. Þannig að við munum að spá ég er að spá hvort að við getum fært eða breytt þessu hurðagati hérna einhvern veginn. Já, ég veit það ekki, ég er ekki komið það langt. Ertu að mæla? Já. Já, duglegur. Já, og hérna, þetta er eitthvað svona það sem við erum að fara að gera núna á næstu dögum. Já. Flísarnar sem við ætlum að setja. Ég veit, við erum ekki búin að fá verðtilboð í þau. Við ætlum að setja þessa hérna flísar. Þessa tegund af flísum ætlum við að setja. Það virka svolítið dökkar, en það eru mjög ljósar. Það eru eiginlega bara hvítar, sko. Það eru alveg, sko, svona ljósar, sko. Og ég veit ekki, virkilega fallegar. Þá munum við hafa, sko, flísarnar á veggjunum, þá munum þær vera 30x60. Þá munum við líta svona út, stuttar og langar, 30x60. Og á gólfinu verður 60x60, þannig að það verður þessi lengd sinnum 60 hingað, þannig að, já, ég held að það geti komið ótrúlega vel út og ég er eiginlega bara, mér langar svo að klára þetta. Ekki það, mér langar ekki rosalega að byrja og svo að gera þetta, en mér langar bara þetta sem búið. Mér langar að fá sturtu hérna niður, mér langar að baðkarið hjá okkur virki, eins og þetta baðkar hérna, það er ekki einu svona tengt, sko. Ég bara nefndi ekki að hafa það inn í bílskúr, þannig að ég setti það bara hér og það er bara búið að vera hér síðan að við fluttum og það er ekki rennandi vatn í það og ekki neitt, sko. Þannig að, já, það er óbóðslega mikil vinna sem er eftir hérninni. En, hæ? Sjáðu, þetta mæla? Já. Já, þú er miklu hressari núna en í gær og áðan. Já. Já, þannig að það sem ég þarf að gera er að ég þarf að tæma allt þetta rými. Ég þarf að taka þessa skápa burt, ég þarf að taka baðið, henda því aftur inn í bílskúr. Ég þarf að taka skápana hérna, vaskinn og þetta drasl allt af. Ég þarf að brjóta allar flísar burt. Ég þarf að loka gatinu hér. Ég þarf að
plana hvernig ég ætla að hafa lagnirnar þegar ég fylli baðið, þetta bað. Ég mun örugglega hafa hérna ykkur staðar, svona stútinn til að láta renna í baðið. Ég þarf að brjóta inn í vegg og leggja vatnslagnir að því og sturtan. Ég þarf að brjóta aðeins niður í gólfið út af því að við viljum ekki vera með sökkul á baðinu. Við viljum bara að þegar við labbar inn í baða þá verða bara sami flötur og bara gólfið og já, það er ótrúlega mikið sem er eftir en ótrúlega spennandi þegar þetta er búið og ég er mega peppaður að fara að klára þetta. Og það ef þetta er búið þá er það bara ógeðslega mikið eftir. Það eru 2 mánuðir þangað til að ég fer til Budapest og er að fara að láta setja implant í tönnina, í gatið hérna. Implant, ég er ekki að fá tönnina eftir 2 mánuði, ég er bara að fara að setja upp skrúu, bor í beinið, skrúgang og svo þegar ég bíð í 4 mánuði þá fæ ég tönn. Já, og svona í hjartanu og hvað ég er svona alveg mega peppaður og líka út af mér líður miklu betur núna. Mér langar að fara að gera eitthvað. 4-5 daga er ég ekki búinn að gera raskat, mér er bara búið að líða illa og ég er bara búinn að vera upp í sófa sofandi og með, þú veist, já, og bara, já. Þannig að ég er mega peppaður núna að græja þetta blessaða baðherbyggi, klára það. Það væri ótrúlega magnað að ég myndi ná að klára það áður en ég fer til Budapest. Það væri ótrúlega gaman, ótrúlega spennandi. En aftur á móti er ég aldrei að fara að brjóta neitt eða vera með læti á meðan Anna litla er heima. Það er svona, það er erfiðast. Ég er út í fæðingarorlofi, Anita er að vinna og þú veist, þetta verður mjög erfitt að púsla þessu einhvern veginn saman. En það verður bara þannig, ég brýt bara á meðan við erum öll heima og þetta tekur bara lengri tíma. En ég þarf að byrja á því að tæma þetta allt, henda þessu öllu burt og ég þarf bara að byrja. Þá einhvern veginn leið og ég byrjaði að brjóta og byrjaði að gera þetta, þá var ekki þetta að snúa tilbaka. Það er svoleiðis. Þannig að já, þetta er svona byrjunarplanið, það er allavega að gera þetta. Klæja svo. En allavega, það sem ég þarf að gera er að taka til, loka gatinu, laga hallan, brjóta flísar, ákveða lagnir, brjóta eftir lögnunum, múra eftir brot í lögnunum, auðvitað leggja lagnirnar áður en ég múra í lagnirnar, brjóta niður fyrir svelg í sturtu og hallanum fyrir sturtuna, bollaslípa gólf og veggi, raka þétta rými, flísaleggja veggi, fúa veggi, flísaleggja gólf og fúa gólf. Þetta er það sem ég komið með á svona to-do list. Eins og ég sagði, það er örugglega eitthvað meira sem ég er ekki að taka eftir akkurat núna. Ég er mjög til í þetta, ég er mjög spenntur. Mér langar að byrja á þessu. Ég væri geðið til að fara bara niður í Birgisson og kaupa, sko ástæðan fyrir að við viljum Birgisson frekar en eitthvað annað er að við höfum alltaf fengið ótrúlega góða þjónustöðar. Þeir eru alltaf tilbúnir í að láta okkur fá hlutina strax. Eins og seinast þegar nei, það var ekki seinast. Allavega þegar við áttum heim í Skipalóni og keyptum parkettið, þá var einmitt bara svona, þú veist, klukkan að detta í 4:30, alveg ömurlegur tími á föstudegi, þá svona ákveðum við, ok, við ætlum að kaupa þetta. Og við kaupum, minnir að sagan hafi verið svona. En ég man allavega að ég vildi fá parkettið á föstudegi og það fáránlega stuttur fyrirvari og þeir voru að fara að loka laganum eftir 10 mínútur. Og ég hef unnið á lager og ég veit hvað þetta er ömurlegt á föstudegi og vilt bara komast heim, fá þér einn kannski ískaldan og eitthvað, ég veit ekki. Og já, þannig að mér vantaði einhverja 100 fermetra parketti, mér vantaði gólfdúkinn, parkettdúkinn og listana og mér vantaði allt.
þjónustan var geðveik. Strákurinn sem afgreiddi mig bara eitthvað, já, ekki mál. Hann hjálpaði mér, ég veit ekki hvort að ástæðan fyrir hann hjálpaði mér að setja inn í bíl bara til að ég myndi fara fyrir. En allavega, ég leita á það bara sem bara geðveika þjónustu. Og ég veit ekki, ég er búinn að versla við þá ótrúlega oft, ótrúlega mikið og ég er ótrúlega ánægður með þjónustuna þeirra. Held að þetta sé ekkert samstarf. Þetta eins og það, við erum ekki einu sinni búin að fá verðið í þessar flísar hérna sem okkur langar í, sko. En ég veit bara að mér langar í þessar flísar og verðið kemur bara í ljós. Ef þið takja eftir því, já, herðu, hérna, við ætlum að fara frekar í þessar hérna flísar. Þá það örugglega út af þessar flísar sem okkur langar í eru örugglega ógeðslega dýrar. Veit það ekki, kemur í ljós. Ég veit allavega að Benjamin, það eitthvað, hann með svo rosalega háan hita og ég held að þetta sé, þetta annar dag, þetta þriðji, ég man ekki hvort þetta sé annar dagur eða þriðji dagur sem hann er bara með ofboðslega háan hita og maður sér það ótrúlega á greiðstráknum og hann líður ógeðslega illa og eina sem maður getur gert er að gefa hann verkjalyf, knúsast ef maður vill knúsa og þú veist bara leyfa honum að sofa, þú veist, svefn læknar alltaf ef maður líður illa, hvort sem maður sé veikur eða bara líður illa í hjartanu, þá er svefnin rosalega góður. Herra, ég ætla að fara að sinna Önnu, hætta þessu babli, strákarnir eru að fara að koma, Anita er að fara að koma líka, við erum að fara að fá okkur að borða. Halló! Hæ! Viltu fá myndaðurinn? Já, eins og ég sagði, það er mánudagur og hérna Benjamin er ennþá heima, hann er ennþá veikur. Við héldum í gær að hann gæti nú farið í leikskólann en hann er það kvefaður að það komið smá blóð í hórið eða kvefið hjá honum þannig að hérna, við ætlum allavega að hafa hann heima í dag. Hann er að leggja sig núna, Anna er að leggja sig, Anita er að vinna, Anna, já, hún er sofandi, Baltasar er í leikskólanum og já, ég steig á vigtina í gær og bara svona fyrir einhver sem eru að fylgjast með, það var allavega 3 kíló farin. Mataræðið seinustu viku er ekki búin að vera góð, eða mataræðið er ekki búin að vera gott. Ég er auðvitað búin að vera veikur, búin að líða ömurlega. Ég er komin á þessi sýklalyf varðandi hérna hálsinn á mér og ég á 1, 2, 3, 4, 5, ég á 6 daga eftir af sýklalyfunum. Ég er ennþá svona smá drullu í hálsinum en ég er miklu betri en ég var. Mér leið ömurlega, þetta var ömurlegt. Anita tók á mér hausinn í gær, var eitthvað aðeins að klippa mig, tók aðeins meira en vanlega. Þetta er eiginlega of mikið sem hún tók fyrir minn smekk. Ég vil fá að geta sett eitthvað aðeins í hárið á mér, en það er bara þannig. Ég ætla að fá mér steik núna í hádeginu, klukkan er þetta eftir 12 og ég ætla að fá mér þessi hérna steik. Ég tók hann úr frystinum í gær þannig að hún er bara tilbúin núna. En ég ætla að steikja hana á pönnu núna og loka henni og svo ætla ég að henda henni í ofn og leyfa henni að vera í ofn í svona hálftíma og 40 mínútur. Svo ætla ég að fá mér að borða. Wow, blur. Já, herðu þá hérna er ég búinn að fá mér að borða. Mér heyrist Benjamin vera að vakna, þannig að ég ætla bara að enda þetta núna svo ég geti byrjað daginn á morgun. Bara takk æðislega fyrir árum við, afsakið hvað ég var lengi frá. Ég er allavega komin aftur, bara takk æðislega fyrir árum við, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njóttu lífsins, sjáumst á morgun, það verður góður dagur á morgun. Bye bye.